Katla Hrund Björnsdóttir, nemi í sjávarútvegsfræðum og líftækni við Háskólann á Akureyri, hlaut önnur verðlaun í samkeppninni framúrstefnu hugmynd sjávarútvegsráðstefnunnar 2015. Hugmynd Kötlu að setja sjálflýsandi málningu á öngla og laða þannig fiskana að önglunum. Katla á eftir að þróa þessa hugmynd sem vakið hefur verðskuldaða athygli. Heyrðu, þetta kom bara í tíma hjá mér. Við vorum að læra línuveiðar og kennarinn alltaf að segja að það sé svo lélega afkast á línuveiðum og við þurfum að finna einhverja lausn. Við eigum náttúrulega að leysa öll heimsins vandamálin í skólanum og það oft notað svona sjálflýsandi og flúrljómandi hlutir sem eru settir á til dæmis handfærakróka og ég fór bara að skoða hvort það væri hægt að nota eitthvað svipað í línuveiðum og ég sé að það eru notað ljósakróka og sem hafa virkað svona misvel og mér datt þetta bara í hug og hugsaði að þetta geti virka vel. Að setja þetta bara beint á krókana, þá þetta ekkert einhverju auka hluti sem geta losnað af eða flækt ferilinn borð. Þannig að þetta eiginlega kom bara svona í haust í tíma og datt mér þetta í hug og ákvað að slá til. Þannig að þú varst ekki búin að ganga mjög lengi með þetta í maganum? Nei, í rauninni ekki. Þetta fór eiginlega bara fyrst á blað hjá mér fyrir keppnina. Þá setti ég þetta niður og reyndi að útfæra hugmyndin almennilega. En þetta alveg svona á grunnstigi. Já, sem sagt, hugmyndin hún ennþá á grunnstigin, en þetta þá aðalega ætla þá hvað fyrir línuveiðar? Já, ég hefði hugsað þetta aðalega fyrir línuveiðar, af því að í handfæraveiðum þá miklu auðveldara að hafa einhverja hluti á sem að laða fiskinn, en í línuveiðum aðalega verið notast við beitur og margar rannsóknir verið gerðar notkun beitu og reyna að hámarka afköstin með henni og gengið misvel og virðist ekkert vera ganga neitt betur, eða semst vera auka aflan með notkun beitunar. Þannig að ég hugsa þetta fyrst og fremst fyrir línuveiðar. En það nokkuð vitað það ekki að fiskar, þeir svona yfirleitt laðast að ljósi? Já, það hefur alveg lengi verið vitað og oft notast við það að þeir laðast að svona björtum hlutum og eins og nokkrir djúpsjávarfiskar hafa þróað með sér samlífisbakteríur sem eru þá með svona fyrir framann hausinn til þess að laða þeir að og þannig að þetta alveg vitað að fiskar, allan að sumar tegundir, þær laðast að svona byrtum og björtum litum. En þú ert með öngla, með svona málningu á? Þetta svona prototype. Ég ekki búin að panta málninguna en þetta svona gróflega hvernig myndi þá líta út. Það þá svona gulur bjarmi sem að kemi af flúrljómandi áhrifunum og svo svona aðeins meiri grænn bjarmi þegar að sjálflýsandi áhrifin virka og svo bara venjulegu krókur sem ómeðhöndlaðir. En þetta þá málningin sett að agnarhaldinu, þannig að bitleikinn myndi ekki minnka og svo myndi þetta bara málningin falla eins mikið að króknum og hægt þannig að þetta ætti ekkert að vera neitt auka hlutir sem ætti að detta af eða skemmast nema þá eftir einhvern ákveðin tíma. En þetta eru þá sem sagt tvær mismunandi tegundir af málningu? Nei, þetta semst ein málning en með tvei mismunandi eiginleikum. Það þá flúrljómandi áhrifin sem eins og á bara vestum og þannig að þegar kemur birta þá eru mjög gul og kemur svona gulu bjarmi af henni en fosforljómandi áhrifin eða sjálflýsandi áhrifin þau endast lengur þannig að þegar öll birtan farin þá kemur sá eiginleiki fram og þá gefa krókarnir frá sér svona ljósgrænan bjarma. Þannig að þetta eru tvö áhrif sem búið að koma saman í einni málningu. Þessi málning til? Já, ég búin að finna framleiðanda í Bretlandi sem framleiðir þessa málningu og á að vera mjög endingagóð og slitsterk og þannig næsta skref bara pantana og byrja að prófa tilraunir. En þegar að önglarnir fara nú á töluvert dýpi þá myrkur, hvað þá með endurskinnið? Já, þá sem sagt svona fyrir neðan 40 metra má rekna með þessi komið myrkur og þá á þessi sjálflýsandi eiginleiki að virka í nokkra klukkustundir. Þannig að þó svo að línan lögð og látin liggja í einhver tíma og þá ætti þetta alveg að þessi aðlögunar eiginleiki hann ætti að endast í alveg nokkra klukkustundir fyrir eftir þá magni málninguna sem sett á. Ekki vitað nákvæmlega hvaða tegundir koma helst til með að laðast að önglunum sjálflýsandi. Katla segir næsta mál að mynda hóp og gera tilraunir. Hún segist ekki þurfa mikla fjármuni til rannsókna. Kostnaðurinn mjög hverfandi við þetta og það eina sem ég vantar núna bara þá bát og línu til þess að prófa þetta og eitthvað fólk til að aðstofa mig. Og háskólinn á nú einmitt bát, færði hann ekki lánaðan? Jú, ég vona það nú. Ég hugsa ég þurfi nú bara að nefna og þá munið aðstofa mig við þetta. Þau eru öll
mjög hjálpsam hérna og búin að aðstofa mig mikið, kennararnir. Hefur þessi hugmynd þín, hefur hún vakið mikla athygli? Já, alveg lúmst. Það allavega mjög margir búin að koma til mín og hrósa mér og segja hvað þetta einmitt einfalt, að það verði eiginlega að prófa þetta. Einfaldleikin oft bestur áður en maður fer í dýrar og flóknar tilraunir til að auka aflann. En þegar þú fer nú að prófa þetta og svo kannski kemur í ljós að það bara mokafli, hvað þá? Þannig má nú bara vona, en já, það náttúrulega bara frábært ef þetta virkar mjög vel, en við raun og veru þarf þetta ekkert að mókveiða til þess að afkastin verði meiri en þau eru núna. Í dag talið svona fínt að komi fiskar á 2 hverjum 10 krókum, þannig að það ekki nema núna 3 hverjum 10 sem að fiskar kemur á sem að aflinn myndi þá helmingast. Þú ert ekkert fann að spá í svona einkaleyfi á heimsvísu og þú ert svona ekkert fann að dreyma að verða milljónamæringur á þessu? Ekki ennþá, en maður ætti kannski að gera eitthvað til þess að skoða þetta. Maður má því dreyma. En þú ert samt ein í þessu enn sem komið þér? Já, eins og segja, ég fekk þessa hugmynd bara í haust og hendi inn á blað og sendi þetta inn og þá núna að reyna að finna fólk til þess að hjálpa mér að prófa þetta. En hvað með svona frumkvöðla starf hérna við sjávarútvegsdeild Háskólans á Akureyri, þið mikið að spá og spekulera í svona og fáið hvatningu? Já, það mjög mikil hvatning. Okkur eiginlega ýtt áfram í allar keppnir og allar hugmyndastarfsemi sem hérna og það líka í líftæknideildinni einnig. Þau voru núna í vor held ég í Mílan í hugmyndakeppni þar, allavega 3 nemendur hérðan og það voru aðri nemendur sem tóku þátt í þessari hugmyndakeppni hjá sjávarútvegsráðuneytinu sem komist í topp 10 og það var líka með línuveiðar að auka aflann á þeim með notkun ljós og það alltaf eitthvað að vera og kennararnir eru mjög duglegir að láta okkur vita öllum keppnum og hvetja okkur áfram og aðstoða okkur eins og þeim, já, eins mikið þeir geta. Þú ert hvað á loka ári? Já, ég á loka ári núna. Ég tek líftækni og sjávarútvegsfræði saman og útskrifast núna í vor þá eftir 4 ára nám.